fella svona af það bara virkar svo stutt. Já, það er náttúrulega. Það er með hótt sem sé þótt á hendi sem veiktið frá þegar því það er mikið alltaf róðurkunnar alltaf núningur sem tekur það upp. Alltaf klakkaningar yfir. Þú með þetta, hvað er það? Og láttu vinna þetta. Það komur á versta. Það er ekki pláss á viðbyrjustar sko, fyrir nefnandi. Þannig ég er búin að finna hérna. Ég þurfum að klára sko fyrir bók hérna samling. Já, þú með ná. Já, það er ábyrð hæfni sem það er sem að meistara eða þá með kveitar upp á stofum sem er búin að klára lokaverkefni sko, finnst hún að sjálf ekki þá var ekki alveg sér fyrir að klára þessa hægni þannig að því fyrir því betra að byrja í því sko að vinna vest. Þetta er eitthvað sem þú tekur bara með ná? Já, það er svona námið sett upp sko, þú getur unnið á dagar frá móti og með það er svona æskilegt. Þú er verkstæði í síðan? Ég er búin að hafa fullt af verkstæðum, það er ekki verið pláss en það er bara held á fram. Mörg verkstæði sem eru rætt við að taka inn nema sem eru bara fyrsta sko. Ég veit ekki, hann er engan bíl á mála. Það vinur ekki það? Það er svolítið sérhangar, ekki sérhangar í því. Þeir eru ekki með einn sem ákvæmt til það að Sko, jú, ég er búin að fá það helst alltaf eitt sem þeir voru að vinna tveir að vinna í skóltæmi. Það var bara ekki pláss.
Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Faðir, í þína hendur ber ég anda minn. Hlýð mig alla og dregi því, það veitir Guð mér halla í. Gefur mig kviknan Guð og menn, gráðberinni ég þess að hjarta enn. Ljúin andan og legg ég af, lífinu ráði sá sem gaf, sárum Jesú mig sæð þín ver, sárum mína á þínu ríki. Láttu mig Guð mig lofa þig, með lofi þínu hvíla mig, ljósi í þínu ljósi sjá, lofa þig strax sem vakna má. Láttu mig færa fram þau hljóð, fyrst og seinast minn drottinn Guð, að lofa þig í heiðri hár, haldist þín dýrð heil ár. Við séu þakkir sem gefur úr sigri, við drottinn vor, Jesú Krist. Amen. Spámanninum Jesaja í 60. kaflanum er meðal annars ritað: Skín þú, því að ljós þitt kemur og dýrð drottins rennur upp yfir þér. Myrkur grúir yfir jörðinni og sorti yfir þjóðunum, en drottinn er runnin upp yfir þér og dýrð hans birtist þér. Sól þín gengur
Heyrum heilagt Guðspjall. Jóhannes ritaði í 8. kaflanum. Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þannig hljóðar hinn heilu orð. Amen.
Náð sé meður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Textinn sem var lesin á áðan frá Jesaja spámanni huggunarríkur. Það átt við annan og meira en skammdegið. Jú, þarna skuggar forgengileikans, dynjar sjúkdóma dauðans. Þessu myrkri ljómar ljós og dýrð drottins birtist. Guð verður eigið ljós þó að dimmi fyrir sjónum og leiðir ekki erfiðar skuggaslóðir og sorgar. Sólin gengur aldrei til viðar og tunglið kínkar ekki framar, því drottinn verður þér eigið ljós. Hingað við saman komin til að minnast Ingveldur Sigurðardóttur. Ingveldur fæddist í Hraungerði í Flóa þann 10. ágúst árið 1942. Dóttir hjónanna frú Stefaníu Gissurardóttur húsfreyju á Byggðarhorni í Flóa. Síðan Sigurðar Pálsson og sóknarprest í Hraungerðisprestakkalli sem síðar var Selfossprestakall og vígslubiskups í Skálholtsstifti. Fæddum í Haukatungu í Hnappadal í Kolbeinsstaðarhreppi. Ingveldur fjórða sjö systkina en þau auk hennar Páll, Ólafur, Ingibjörg, Sigurður, Gissur og Agatha Sesselja. Ólafur liði systkin sín. Ingveldur ólst upp fyrstu 11 árin í Hraungerði og svo á Selfossi þegar fjölskyldan fluttist þangað vegna starfa séra Sigurðar. Á heimilinu bjuggu auk stóra fjölskyldu og 2 til 3 skjólstæðingar þeirra hjóna. Menning var höfð í hávegum á heimilinu og þangað þótti gott að sækja. Ingveldur útskrifaðist sem þroskaþjálfi árið 1962 og var í öðrum árbæðum sem útskrifaðist úr þeim skóla. Hún var ein af stofnfélögum Þroskaþjálfafélags Íslands. Ingveldur kynntist í skólanum Jónínu heitinni Sigurgeirsdóttur sem var í fyrsta árganginum og öllu þær vinkonur til lífstíðar. Ingveldur eignaðist soninn Stefán Brand með þáverandi unnusta sínum Jóni Nordal. Hann látinn. Stefán kvæntur Sigríði Steinunni Kristinsdóttur og þeirra börn Guðjón Bjarni. Sambýliskona hans Bryndís Arna Halldórsdóttir og þeirra 2 börn. Brandur Ingi og sambýliskona hans Sónali, Mía og Í. Fyrir átti Sigríður Heiðar Kristinn Rúnarsson og á hann 2 börn. Ingveldur giftist Halldóri Helgasyni og eiga þau dótturina Ingu Sigríði. Hennar dætur Rakel Lind og Inga Kristún Hjartardætur. Sambýlismaður Rakel Linda Ingvar Freyr Símonarson og eiga þau 2 syni og sambýlismaður Ingu Kristúnar Þorsteinn Hrannar Svavarsson. Fyrir átti Halldór Stefán Jökull Eiríksson sem lést í ágústsíðastliðnum og Ólaf Helga Halldórsson. Börn Ólafs Sölvi Ólafsson, Katla Ólafsdóttir, Haraldur Ásgrímsson og Svindís Steinunardóttir. Þegar Stefán var fæddur eða fæddist starfaði Ingveldur þá skeið á Selfossi og þá meðal annars hjá Landssímanum þar. Halldór bjuggu í Bandaríkjunum skeið og þegar þau fluttu aftur hingað til lands bjuggu þau tíma í Reykjavík. Þau fluttu svo á Selfoss og Ingveldur var í nokkur ár veitingamaður á hótel Selfossi en 2 áratugum síðan fluttu þau aftur til Reykjavíkur. Ingveldur starfaði svo á leikskóla fyrir fötluð börn, var hún síðan deildarstjóri á Kópavogshæli sem þá hét og þú starfaði hún á Skálatúni í Mosfellsbæ. Þar hún lét af störfum sökum aldurs. Halldór lést árið 2004. Ingveldur kynnti síðar og giftist Guðmundi Má Bjarnasyni og þeim leið 2 afskaplega vel saman. Guðmundur Má lést árið 2012. Ingveldur var kærleiksrík, umhyggjusöm og góð manneskja. Hjálpsöm, jákvæð, einlæg, lausnamiðuð og ráðagóð. Hún lagði áherslu á kristið gildi og jöfnuð á meðal fólks. Sú
Hún hafði verið alveg við frá æsku. Þau gildi hafði hún í heiði, breytti úr markvist og lifði eftir þeim allan tíð. Henni var umhugað menntun barna og þau eru ófá börnin sem lærði að lesa hjá henni. Þau kom úr skólanum á sínum tíma og sá hún til þess að þau fengið sér fyrsta borða. Svo var lesið og hún spurði þau svo út hvað þau hefðu verið að lesa. Snilldarkokkur elskaði góðan mat og góðar vistur. Önnumkökurnar hennar var víst eitthvað annað. Gestgjafi fram í Ingokoma, frá henni fór í engin svona. Ingveldi fannst ekki verða en maturinn var bragðsterkur. Og til dæmis þegar hún var að undirbúa sjötugsafmæli sitt fékk hún okkar til að svona prufukeyra hjá sér Úlfars sem var víst mjög kröftugur. Og réttunum var út frá þeirri prufu breytt. Skrifaði lengi greinar í Dagblað þar sem hún kom góðum gildum á framfæri. Miðlaði óspart áfram til sinna og þeirra sem hún vegi hennar upp hverju sinni. Hún hafði mikinn áhuga á konungsfjölskyldu og hann kom ekki að tómum kofanum þar hjá henni frekar á öðrum stöðum. Henni hafði Ingveldur gaman að byrjuð, sitja í þeim, aka í þeim og hún hafði ekki áhuga á því að hefja umferð með alls slagi. Og þátt í ýmsu félagsstarfi, til dæmis á Grænfræði á Selfossi og hjá sjálfstæðisflokknum þar. Það er gaman að ég ræða stjórnmál og fylgist þar vel með. Seinast ræddi hún við barnabarnið ákaft stjórnmál í september síðastliðnum. Tókst á við margvísleg veikindi og því sem lífið færði henni hverju sinni af æðruleysi og einstökum viljastyrk. Hún gerði sitt besta. Hún lést á Landspítalanum í Fossvogi þann 11. október síðastliðnum. Kæra kveðjur í dag senda Lára Halla Sigurðardóttir og fjölskylda í Ártúni á Sauðárkróki og Jón Magnús Sigurþóra Styrmir og Arndís Þóra frá Einastöðum á Vopnafirði. Að athöfn er ykkur svo góð að þykja veitingar í sagnaðarheimili kirkjunnar og jarðsend verður í Guðvinnskirkjugarði. Kristin trú. Hún boðar á það sem býð okkar allra annað og meira en þörfinn og dauðinn, sé Guðs ríki, himnaríki, eilíft líf. Og Jesús staðsetur ekki í fjarlægri framtíð, þetta er næstu náttúrulega á meðal okkar, með okkar. Verður til vilji sem og jörður sem og himni. Nálægi jarðneski raunveruleiki og hið handan heima, himneska. Í góðri sögu segir, ímyndum okkur að við stöndum í flæðarmáli sumarkvöld, horfum á fallegt fley sem býr sig undir að sigla á vör og segl þess eru dregin upp og þenjast í kvöldkólinni og fleygi lætur úr högg út á opið haf. Fylgir því eftir með augunum þar sem það siglir inn í sólarlagið. Það verður að minna og lokum hverfur það. Við sjóndeildarhringi. Þá heyrum við sagt við líf okkar, nú er það farið. Hvert er það farið og hvað tekur við? Það er legin nú sé og hverju að lokum er í rauninni bara þess að augun okkar sjá. En þá er það jafn stórt og fallegt og þegar það lág við ströndina. Og sama augnablikið við heyrum röddina að segja þessi farið, en eftir í einhverju annan strönd. Horfið á að virtast við sjóndeildarhringi, einhver sem býður eftir að fá að taka móti inn í þessu fleygi eða nær nýrri það. Himnaríki, þar sem eilífðin ríkir. Býr sér Guð í föður sinn og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður, vandi að. Amen.
Padre nuestro, Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, metti mikilli visku sinni hefur endurfætt oss til lifandi vona til upprissu Jesú Krists frá dauð. Jesús sagði og Jesús segir: Ég er upprissan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Á jörðu ertu komin. Á jörðu skaltu aftur verða. Á jörðu skaltu aftur rísa. Veitinni Drottinn þinn eilífu hvíld, viltu láta þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen.
Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sér í náðum. Drottinn upplyfti sínu augun yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni.